bílum og hún heitir Els Lamberto. Og næst kemur önnur stúlka, ekki síðan hún er frá York, Englandi og hún sýnir okkur einnig jafnvægislistir og fleira, Sue Dillon.
heldur hann geti aftan Johnson. Getur það ekki uppfólkað, hann er að geta þetta. Það var að beint í gegnum eldin að það. Já, var það ekki. Hann fór ekki sjálfur. Hann lætur upp yfir þetta. Bort yfir það. Svona er hann. Nú stóran eld. Hann stór, hann har að stóran eld. Og það var búið. Næst mun vera sýnt hér í jafnvægisatriði. Hann mun vera sýnt hérna gamalt rauðvest og sýndaratriði þar sem að kappar stóðu á reknum á hestvögnum. Þegar nú er bílverðisbæðin, þá eru þær Sögu og Els sem alla sýningur hvernig jafnvægi alltaf traktor á bílum. Og það er verið eitt stíl sem að setja í stýri. Hann þykist alltaf sína hvernig á að gera þetta. Lækka sig svona niður, segir hann. Og alveg niður á. Svona, já. Hann segir að þetta sé engi hendi. En það er markalinn sem ætlar að láta sig hafa það að renna sig á takkinu í gegnum eld. Fyrir hans er að kveikja eldinn. Það er varlega með eldinn, Johnny. Johnny. Svona, já.
Það er ekkert vatn. Það er ekkert vatn, Kjós. Það er ekkert vatn. Það er þú vatn. Og þú fyrir líka. Það er slökkjöldum. Þetta er í spennu hérna. Þetta er alltaf dónalegt. Þetta var Mark Allen, hann sýndi okkur hvernig að renna sér að bakinu gegn völd. Hann er ekki nú ánægð með þetta. Það geta allir gert þetta við hann. Þetta er ekki nógu gott. Akkur er þetta ekki nógu gott. Hann tröndur sig ekki svona. Hann er glátt að brenna sig. Mikið. Þetta voru hana. Það er verið hættilega. Lættu tjöldin á því. Og þetta er þarna að kvíta. Það er náður hann. Hann er að koma. Það er ekki saman hvaða bíll er. Nú ætlar hann að sýna ykkur hvernig það að gera þetta alveg sko. Þú er að fá hjálm? Tjöldin. Þú er að fá hjálm? Snúðu, ekki semur bánir hjálmunum. Við séum þetta. Það eru hljóðapappan. Ekki á maðan á bánum. Á bakið á þér. Sett hann á bakið á þér. Sett hann á bakið á þér. Hann kann ekki fá þetta grunna. Hann er svona kaldur. Það er farið í náttúna. Hann er svolítið skrítinn þessi. Keiralinn er svolítið skrítinn sko. Það var ekki allt undir. Þetta standa á hann á pallinu. Hann er farin að læra nokkuð á þessu voru. Já, kveikið eld hana, stóran eld. Alveg stóran eld. Allir byrta, það er að kveikja svo stóran eld. Allir byrtunni, já. Já, það er að sína hvort henni það. Nei, heyrðu. Þetta er ekki allt. Þú ert svona klári á. Slökkna á eldinum. Stóður eldur á. Tryggur. Eins og við sjáum að það er á Trondheim góða vinn sem hann getur látið gera allt sem hann vill. Það er svolítið hólt þegar. Nú næst mun vera akstur á tölvöðum. Það mun vera Nick Bardwell og Douglas Arts sem sýna okkur þær hlustum. Nú eins og við gátum á hann þá lék Nick Bardwell í James Bond-num, Börjar Ice Only. Þar lék hann áfrýja atriði fyrir James Bond, þar sem hann auka milli húsa. Þetta var Diamonds Are Forever, við hefum sáð þetta síðana. En þeir munu nú sýna ykkur hvernig aka má á tveimur hjólum. Þeir
þetta alveg auðsökið. Artsima kom hér á hann, ég kem í mitt frækjál. Þetta krefst alveg grísið mikillar grísið undirbúnings og æfingar. Nú skuldum við í það, en það verður mjög erfiðara að taka hægt eftir í hratt. Og það er nákvæmlega sama lögmáli sem gildir þar eins og þegar að hjóla er að tífuru. Þegar við ná tökum á þessu, við munum hér á eftir, þá munum við bjóða 3 stúlkum 16 ára og eldri í ökuferðmöllum, ökukrökkum, til þess að sanna það. Þetta var að tókna sátt. Það vantar ekki mikið upp á hringinn frá honum. Við skulum sjá hvort mitt getur gert betur. Hann er alveg að hafa það á að koma hringinn. Nei, hann kemst ekki. Matthías ætlar að reyna aftur. Hann ætlar að reyna að bæta betur. Þetta er alveg ótrúlegt. Þeir segja að þeir halla sér í sætinu og halda í stólbæsu vinstra-megin. Og þeir geysir í ákvöldræðum á bílinu. Tökum út í því. Og þess má samt geta verið Luke Bradley, hann hafði meiðsli að búa, hann braut í sér 3 rifbein hér að sunnudu í Englandi áður en komið hingað. Þannig að hann kannski beiti sér ekki eins þess vegna, en þó munu sýnst hann gera vel. Fyrst ætlaði að fara hratt á stað og síðan hægt. Og þau eru nálgast nú hveraðan. Hann jafnveg að gera út ásamt. Alveg snær. Nú er við
Ég á milli þeirra. Rúmlega kannski. Okkar bíla aftur. Nú ætlar að taka framlöfum þarna sem þetta hljóma það. Nei. Alveg furðulegt. Og það eru fyrir framlöfum Douglas Art og Nick Griffin. Douglas Art að sýna ykkur að það er ekkert sving í þessu. Bíllinn er ekkert sérstaklega uppbyggður hér á hægri engin sérstakur balanspunktur. Nú ætlar hann að sýna ykkur það að það er hægt að keyra á hinni hliðinni líka. Douglas Art. Og þú sjáu það að þetta er allt. Það sem að þingafundurinn er vegar og þetta er sjálfur Douglas Art. Williams, hann ætlar að stökka hér yfir fólk. Nú ætlar að pröfa hlut ástæður. Þetta krefst mjög mikilvæg nákvæmni. Þeim að rétta pallum að réttu græða. Glemdum hann ætla að veita hann á vera. Áttundu. Leggjast þar niður og loka honum. Hann rínskelfur sig hann. Hann er skíthræddur. Loka honum. Já, þetta er nú meiri vonurinn. Það var styrki sem að nota sem björnalampana. Þetta er ekki nógu gott hjá hann. Þetta var ekki nógu gott hjá hann. Vantar ekki. Hann drap líka. Vill fólk sjá blóð? Vill sjá blóð? Já, vill fólk sjá blóð? Hann skorar því. Vill sjá blóð? Já, hann er til sjá blóð. Já, hann ætlar að fá eitt sjálfbóliða. Aðeins skrýtum. Einhver frá Reykjavíksöru hérna. En Hafnarfirði. Já, ekki til
skíðamótum. Allar náðu einsinn. Já, hann átti að fara svona því. Já, fáir náðu móttöðið hans. Alveg út að enda. Snurrið á. Og gefur í. 100 kílómetra ræðan. Já, eins hratt og hann kemst. Upp á fallin. Út á endan. Og síðan hann að drepa hann. Já, allt í vallapolkarins. Breiðin í vallapolkarins. Buffið út láki. Já, það þarf að leggja niður. Það aðeins betra úr hann. Setja hjálminn á hann. Hann sér ekkert með þessum. Já. Og þú setja hann á besta staðinn, á viðkvæmasta staðinn. Ekki hrafna á hægja á honum. Svona á. Afturtöðu, náðu hjólið. Hjólið, þetta er tilbúin að döða. Hann er tilbúin að döða. Og Blöndjón, hann er komin á hjólið sitt. Það er alveg út að enda á næstunni. Gefur í á þá. 100 kílómetra hraða. Og náðu, hann dói ekki. Buffið og Blöndjón. Þeir munu sína hér aftur og trekkja fyrir aftur. Þeir munu fara fyrst mjög hratt og hann mun tróða bílinn alveg eins og venjulegan akstur á ræða, skipt gíra og afkvæðina. Síðan mun hann aftur sína ykkur hvernig á að keyra hægt á bílinn og hann keyrir það hægt að hann fer ekki hraðan gangandi maður. Tókst ekki alveg á núna, hann þarf að vera nattur. Hann þarf að sýna ykkur hvernig á að aka hratt án þess að detta niður aftur. Þarna er litlu. Það þarf að vera á öllu tíum. Nú ætlar hann að fara hægt. Og eins og ég sagði áðan, þá er mjög erfiðara að fara hægt heldur en að fara hratt. Við höfum einu sinni séð það í huguna. Við skulum vona að það kom ekki fyrir núna. Og nú hálfur hásinn.
Það getur verið þægilegt að geta keyrt svona ef maður þarf að komast einhvers staðar á milli þar sem þröngt er. Ég ætla nú samt að biðja áhorfendur að reyna ekki við svona akstur á venjulegum bílum. Þeir segja mér hér í kapparnir að áður heldur en þetta takist að það hafi verið velt margsinnis. Hann ætlar að sýna ykkur hvernig hann ætlar að aka eftir. Hann ætlar að aka bílinn hér á venjulegan hátt eftir völlina á milli kringlana hér. Sýna ykkur hvaða leið hann ætlar að fara. Og síðan á eftir mun hann setja bílinn á tveihjól og fara sömu leið á tveim hjólum. Þessa leið ætlar hann að fara. Ég ætti að byrja ykkur hér frá íþróttafélaginu eða búrúðaríþróttafélaginu að koma hér á bílinn sem ég sitja hér undir hamrinu hérna. Og hann lætur sig ekki muna það að það er tveimhjólið þetta. Og hann ætlar að gera betur, hann ætlar að vera tvöring í sinni stöðu. Hörg og keraði, Mörg Breiðvæl. Hann fær ekki að sleppa svona vel. Stígur Eriksson, hann ætlar að aka með honum. Og hann ætlaði að fara út úr bílnum, farþegamegin, fara upp á röppin á honum og standa þar meðan að bílnum er ekið á tveimhjólum. Og þetta er mjög erfitt og sérstaklega hefur það verið erfitt núna vegna þess að það hefur verið það mikið vindur þar sem það hafi verið og ekki hægt að sýna þetta atriði á þeim sýningum sem að hingað til að það eru sýndar meðan við erum hér. En við skulum vona að þetta takist núna. Og þarna kemur hann út. Stígur Eriksson. Nú þetta eru þeir Stígur Eriksson og Mörg Breiðvæl.
Blöndal, hann er eitthvað eitt aðtöða. Hann ætlar að finna frá sjálfbæðilega. Einhverja fallega stelpur. Hann ætlar að bjóða þeim í bíltún með mjólk og sýna þeim að hér er ekki neina svindlar á þér, þeir eru allt eins og það að vera. Blöndal ætlar að finna þrjár stelpur. Það eru allir fallegar í bókana sem ekki Blöndal. Allir einu á. Já, nú kemur við. Það er ekkert að ræðast. Hjálm á hausinn. Hann er komin að klára. Eina í viðbót. Það er ekki gefið upp. Hann er komin í viðbót. Blöndal er búinn að finna frá rúkulega dúkkur hana. Hann ætlar að pröfa í bíltúr með Nick Bretton. Það eru hjálmarnir og tilbúinir á, setja hjálmarhausinn á þeim. Ekkert má vera af. Það er að vera tilbúin á hana, hann hefur gaman að þessu kjöldjum. Og þarna er ein komin inn í. Fyrirgeðu, það eru tvær komnar inn í það ekki. Það eru sjálfsagt ekki smælgastartunar, en það er þau ekki að gríða nefnu. Þetta eru gott upp ökumenn og þau verður ekki að bjóða fólkinn nema allt verður gott upp. Tvær komnar inn, hann veit alls hvað vera á sem stelpur eru. Ólafur Guðmundsson frá Landssambandi Akstursvirkja, hann er að leggja lífsreglum með stelpunum. Sjáum að það séu vel skorðar. Og nú leggur hann þetta og nú er gaman að fylgjast með. Við skulum hlusta hvort það heyrist á gríðum. Hættum við í andan með hann. Svo þykir þess að skutast eftir og aftur hvort það hafi verið hættar eða hvernig maður finnir þetta einhver tölvölum. Það eru þetta eins og góðum börnleysingum sænir, það heyrist ekki inn. Yfirrakkar stúlkur. Við skulum gefa þeim gott klapp. Einnig gott Nick Bretton fyrir hans þátt í málinu. Og nú mun vera gert tíming með þau. Það mun vera gert tíming með þau á sýningunni meðan að raðar eru upp aftur hlutum sem að fara að nota í sýninguna. Og við spilum bara músíka með hann og vonum að við
hafið gaman af og við sjáum þá aftur eftir 10 mínútur. Nú förum við ganga hér félagar úr Heldræðis, förum við ganga hér meðal ykkar og bjóða plakkott með myndum af þeirra sýningaratriðum. Þessi plakkott kostar 20 krónur og förum við síðan eftir sýninguna gefa ykkur eiginhandaráritun á þessi plakkott. Takk fyrir. Fólk, allt fólk hér út fyrir og þið hérna við bílinn hérna, gjörðu svo vel, allir út fyrir. Allir út fyrir, sýningin getur ekki aðeins fyrir. Gjörðu svo vel að vera fyrir utan völlin, því að hér má ekkert út að bera. Við viljum hafa alla heila eftir þessa sýningu. Og þeir eru tilbúinir að aka af stað. Loftskutinn, Paul og ökumaðurinn sem Douglas Snow. Og þeir eru að pröfa gripinn. Við höfum verið óheppnir með þessa bíla í þeim sýningu sem ég hef verið með. Við skulum vona að það kom ekki sama dæmi upp núna. Vonum að þeir gefist ekki upp. Og það var heldur betur krafsahyggjum. Paul King. Næsta atriði mun vera það þeir ætla að velta bílnum, sýna okkur hvernig það er gert. Ökumaðurinn verður Paul King. Veskutinn okkar bílarana og hún verður alltaf draga hann framkvæmdur.
Afsakið að bilaði kerfið. Hann ætlar að velta hér bílnum. Hann virðist ekki vita að það er eitthvað ekki nógu gott hjá honum. Ég vil biðja áhorfendur sem eru hér með frá brautinni að vera ekki hér svona nálægt því að það eru leiðslur hér um allt sem að tengdókerfið. Jarðskotið lyktar ekki þar á toppinn. Hann er greinilega alveg farið að móti því. Og þeir ætla að reyna betur að koma bílnum yfirum. Ég vil að heyra allir í kerfinu er ekki. Þið heyri hérna hinum er ekki. Og þeir ætla að skipta ökumann. Skipta ökumann í Moskvunum. Það þarf að draga Moskvunum gangandi. Nú það er Stíg Eriksson sem ætlar að velta þessu sinni. Þeir eru að geta hlaupi í skarðið á hver öðrum. Og skyldi að taka svona. Þetta ætlar ekki að ganga upp. Hann er að reyna kannski að keyra Moskvuna trennunum. Það tekst ekki eftir því að það er ekki spruta gríðum. Það vantar greinilega bara meiri ferð. Hækka rampinni. Þessi Moskvun, hann er vanur íslensku lögum, þannig að hann á ekki að venjast svona þessar. Og það held ég að það er tekist. Stíg Eriksson. Þeir ætla að reyna að fara aftur.
aftur og nú ætlar Douglas að velta bílinn. Hann að sína hér atriði. Hann fyrir aftur að bak. Fyrir við og heldur fyrst áfram. Þetta fyrir að vera kunna á útlandinu. Þar sem bílasýningar og aðrir mannræðingar fyrir að koma í stræði. Þannig að það getur verið gott að geta stungið hugan af. Og það Douglas Hart sem að sýna okkur hér reverse spring, eins og við kalla á ensku. Völlurinn kannski í það stysta. Douglas Hart. Champion ekki ánægður með þetta. Hann ætlar að stela bílnum. Hann búinn að ná bílnum á honum. Hann ætlar að sýna ykkur hvernig að keyra svona. Champion ætlar að sýna ykkur hvernig að keyra aftur að bak og snúa við og áfram. Þetta engin vandi, segir hann. Já. Þetta ennur að reyða þetta ekki Champion. Brefta bílnum. Brefta bílnum. Ég get ekki gert það. Þú að breyta á honum. Já, hann kann ýmislegt fyrir sig þessu. Láttu bílinn vera, Tom. Láttu hann vera. Þú átt ekki að vera að fikta sinni bílinn. Þú kannt þetta ekki, Tom. Tom. Hann stoppið þér aftur þér. Hann vill ekki vera áfram. Þú átt ekki að vera fylgt í bílnum. Þú kannt ekki á hann. Krakkar, segðu hann að láta bílinn vera. Champion, brefta bílnum. Brefta á honum. Þetta breyta á honum fyrst. Bueno. Krakkar, segðu hann að stoppa bílinn. Það stoppaðu bílinn. Champion. Þú verður að stoppa bílinn. Taktu lyklana úr, Champion. Nú þykist að vera ítt honum. Champion.
sagði ég að verði ekki undir? Það er nú 30. Bílmannum hérna sem alltaf nota til að klessukera hesturinn. Þetta mun vera alvegasta atriðið í þessari sýningu. Það að segja að bíllinn gerst í gluggamúrinni. Og jafnframt auðvitað var mest spennandi að horfa og við síðan að Tiffy vill ég ekkert láta klikka núna. Verið að sjá að þetta sé allt rétt uppstillt. Þetta verður að vera allt eftir kunstarinnar reglum þegar. Nú ef ykkur að tengja með mér, þá er engin annar en hann sjálfur, Nick Bradwell, sem ætlar að sýna ykkur þetta atriði. Og afturbyggður. Haldur landanum. Og er hann högg. Hann reyður fallega hana. Eitthvað reyður inn í bílum. Og hann er leiður. Nick Bradwell! Nú, næsta atriði, það er mótorhjólatriði og þeir ætla að sýna hvernig stokkið er yfir bíla á mótorhjólum. Fyrst ætla þeir að stokka yfir 2 til 3 og svo bæta þeir við eftir því sem að ástæður leyfa. Þannig að hann verður ekki notaði meiri. Hannes. Hann ætlar að prófa hér stökkbrettið. Prófa aðstæður fyrst, það er okkur með fyrsta bílinn. Hann vill hafa hann á öruggum stað.
að byrja með. Þess að geta og með að raða bílum upp, þá erum við faraðir hér frá Borgarnesi til Keflavíkur. Ég vil fá fólki frá endanum þetta völlum, krakkar. Viljum við fara þarna frá? Viljum við fara frá þetta? Báðum úr möndum. Hann kemur á mikilli ferð hérna mótorhjólinu. Og punktur. Það tókst með 3. Það er að bæta fleiri við. Og eins og ég sagði, það bara að gera alltaf til Keflavíkur, og síðan til Reykjavíkur, og frá Reykjavík alltaf Sauðárkrók, Akureyri, Ísafjörð, Húsavík, og svo Steinn, og fara frá Seyðisfirði með smulli. Og þarna eru komnir 5 bílar í röð. Og þeir ætla að bæta einum í viðbót, þeir taka fremsta bílinn í burtu og bæta einum í röðina. Þannig að það samsvarar þá 6 bílum. Þeir ætla að bæta þarna einum við og það eru komið 6. Darren Williams, hann ekki einungis á þessum nælonbör sem hann í. Hann klæddur í leðurgalla frá toppbíðum þá og með hjálm af bestugerð. Þannig að þó svo að hann dettur hér, að þá eru búinir að læra að detta þessi kappar og lítil hætta á því að þeir slasist. En þau getur auðvitað allt skeð og við vonum auðvitað að það komi ekki fyrir hann. Því eins og ég segja, myndin er í búi. Þetta eru 6 bílar. Það er að bæta einu við eða það. Þannig að engi fari sér að lofa. Nick að prófa hér aðstöðuna, hann ætlar að sjá að þetta sé allt saman í lagi. Þetta eru mjög mikið nákvæmnisatriði. Það þarf að reikna inn í og allar eru þannig að það er ekki byggt að móti hver eigin. Þetta þarf alltaf að reikna upp. En þarna bara sem þetta fljúi yfir.
Og Gísli, það verður ekki þarna megin, ég læt ykkur vita það strax. Nú og síðan eftir sýninguna, þá eins og ég sagði áðan, þá munu þeir félagar í Heldræðars, þeir munu skrifa hér upp á plakat. Hann ætlar að ganga hér og hann ætlar að selja stykkur af hún, möguleikar. Hann selur þá 5 krónur stykki og það nóg til handa öllum, þannig að það var ekkert að hlaupa til. Hann lappar hér svæði og býður ykkur stykkur til sölu. Nick Bradwell, hann kemur hér, hann að prófa ástæðuna. Og hann telur að hann sé með að byrja fyrir endan á öllinu. Nei, hann þarf að fara út á götu til þess. Við skulum vona að það takist hjá honum. Og eftir þetta atriði þá mun hann bjóða ykkur hér til sölu postkort, árituð og hann selur þau að bjóða 5 krónur og nú kemur hann aftur postkort, árituð sem hann mun ganga hér með og atriði í kvöld Veðurstofu Landssambands íslenskra atvinnulífsfélaga, þakka ykkur fyrir komuna. Ég vil þakka Skallagrímur, íþróttafélaginu og Sigurðarfélagi Borgarnes, Borgarfjarðar fyrir þeirra aðstoð og fyrir góða nótt. Takk fyrir. Ég byrja fólkinn að koma ekki nálægt bílunum og eld og það allt í fljótu bensín hér. Ég byrja fólkinn að koma ekki hér nálægt moskurnum og heimannum. Hvað sort þetta? Ég byrja félagur bílaflokku Borgarfjarðar að vera hér í bílana og gæta að ekki verði eldur hér.
kom